Hæ, í þessu myndbandi langum að sýna ykkur þetta matta brúna smóki sem ég er með á augunum. Allir litirnir af augnskuggunum eru frá Make Up Store. Það eru bara svona ein bestu svona brúnu möttu litirnir sem ég á og fannst ég að gera að nota þá. En augnförðunin er í anda Amerisi á Instagram. Ég skal linka hana í Instagram hennar fyrir neðan eða vilja skoða myndina betur. Og vinkonum mín benti mér á þessa mynd og mér fannst hún geðveik, þannig ég varð að gera hana. Og já, ef ykkur finnst þetta flott og langar að læra hvernig þið gera þetta, endilega fylgist með, gefa þessu þaumál upp í lokin. Sem grunn undir augun ætla ég að nota Smashbox 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. Set bara lítið af fingurinn. Þetta dugur á bæði augun, þau þurfa alls ekki meira af þessu. Og við ætlum ég ætlast til að einhver sé að gera það með mér. Tjók. Ok, þetta er alltaf mikið shit. Þau eru rosalega lítið af þessum primer. Ég er að nota það alltaf mikið á þeim. Þó svo ég hef bara verið með einhverja tæni lítilega doppu. Það er fínt að dreifa sér smá undir augu líka. Næst ætla ég að taka palettina, afsækja hvað henni skítug, bara afsækja innilega. Taka palettu sem ég gerði. Þetta er allt litir frá Make Up Store sem ég tók úr sínum upprunalegu dollum og setti í palettu. Og við ætlum að nota þessa hérna línu hér, þessa fjóra hérna, til svona brúntónliti. Allir mattir, þó svo virkið alltaf simmerar þarna en þeir eru mattir. Og ég ætla að byrja á að taka fluffy busta. Þetta er Sigma E40 og í hann ætla ég að taka lit sem heitir Smog frá Make Up Store. Og þetta verður bara svona milliliturinn okkar. Þannig við ætlum að setja þetta svona í glóbuslínuna eða krís eins og þið kannski flestar þekkið eftir að vera að horfa á YouTube myndbönd. Þá segja allir krís en á íslensku þá er það kallað glóbus. Þannig ef ég segi glóbus eða krís þá vitið sirka hvað ég er að tala um. Nú ætlum við að blanda þessu bara vel í glóbus. Og þetta hjálpar í raun öllum öðrum litum að blandast betur saman. Smog er bara svona létt, svona grá-brún tónalitur, mattur. En við ætlum að hafa í raun alltaf allt lúkið matt. Næst með svona flötum busta, þessi er frá Make Up Store og er númer 106. Ætla ég að taka lit sem heitir Deadly, sem er bara klassísku brún mattur litur. Og við ætlum að leggja hann á augnlokið. Með svona dökku litum, ekki fara fram og tilbaka því að þyrlið mér bara upp. Leggið á frekar niður. Ég ætlum að setja þetta alveg vel á þessum. Svo ætlum við að taka minni blendunarbursta heldur við vorum að áðan. Þetta er Sigma E25 blending bursti og blanda bara strax úr. Endilega farið eftir ykkar umgjörð. Mér finnst það rosalega allavega mér, það finnst mér ekki flott að fara alveg svona í hring. Við viljum ekki vera þvottabirnir. Heldur viljum við kannski draga þetta örlítið svona lengra hérna út. Bara fylgið ykkar svona undir augum neðri augnumgjörð og fylgja henni og dragið bustan í raun bara svona beint upp. Þá getið fundið hversu mikið í raun augnskuggi má fara langt út án þess að fara að gera ykkur dabrar. Við viljum gera allt til að stækka augun, ekki minnka augun. Það ekki. Við ætlum að taka pínu af muffin sem er ljóslitur.
Það er enda pínu sansering í honum en ég ætla bara rétt svo nota hann undir augabrúna beinið og aðeins til að laga svona dökka litinn. Hann er svona létt sanserar því ég er bara rétt að dumpa burstanum í hann þannig að taka ekki of mikið í sig. Tökum smók aftur og við ætlum bara að halda áfram í raun að blanda út þessum tveim litum saman þar til að við erum orðnar ánægðir. Taka í svona litlum bursta. Þetta er frá Makeup Store. Þessi er frá Makeup Store, númer 105. Bara svona lítill bursti og við ætlum að taka pínu af Deadly og Nightfall sem er bara í raun dekkri brún, líka mattur. Og við ætlum að hafa hann hérna undir augunum. Og nú er svona sirka svona hið klassiska svona smóki tilbúið en við ætlum að poppa pínu upp með að setja svartan eyeliner með. Og ég ætla að nota hvað heitir þetta? Long Lasting Drama eyeliner frá Maybelline. Ég verða að viðurkenna, ég veit ekki alveg hvernig það sé til ennþá. En ég ætla samt að nota hana því hann verður svona eiginlega alveg mattur og mér langar ekki að hafa glossaðan eyeliner með þetta. Lítið eftir lúk. Þetta er dálítið þykkur eyeliner þannig ég mæli með að fara bara mjög hægt og rólega með það til að hann fari ekki úr eitthvað það sem hann á ekki að vera. Til að vita hvar eyelinerinn á að fara upp, horfið það bara beint í spegil, fer með dans fyrir, og fylgi bara hérna ykkar neðri augnlínu og farið hérna bara beint út. Og svo hefur fyllt bara línunni hérna og út. Svo áður við höldum áfram þá ætla ég að nota Pro Longwear Concealer frá MAC í N2x15 eins og venjulega í 3D Kabuki bursta minn. Bara því ég er með smá make og ég nenni ekki að setja með meira. Það er eiginlega að sýna ykkur bara svona sérstaklega förðinu á svona rútínuna. En ég er með í burstanum og ætlum að setja svona bara út allt. Fannst ekki endilega þurfa að hylja bæta á meikið því það meikið svona út í andan er alveg ennþá nógu gott. En ég vildi bæta svona aðeins í miðjuna. Svona sem hefur kannski aðeins farið yfir daginn. Ég vil taka svo pínu lítið í bursta. Þetta er bursti númer 216 frá Makeup Store og ég ætla að renna því líka örlítið hérna undir augabrúnabeinið. Því að mér finnst þetta dálítið glansandi hyljari þá ætla ég að taka My Trusted púður. Þetta er Vitalumir Compact Doucher frá Chanel í lit númer BR12. Og ég fari í gegnum 2 svona dollur af þessu. Bara, þetta er besta púður sem ég veit um. Og ég ætla að setja það bara yfir allt andlitið, bætir örlítið í þekjuna og mattar leiðinni. Og púðurburstin sem ég er að nota núna er frá Sigma og er númer F30. Ég er á einhverju svona Sigma bara æði núna. En frekar og þá er mér bara svona, ég var með þennan bursta áðan frá Sigma og nú ætla ég að taka þennan sem er örlítið minni
og þessi frá skólanum sem ég var hjá sem heitir AOFM og ég ætla að taka og ég er bara að taka pínu af smók aftur og renna honum undir augun. Svo ætla ég að taka augnblýant frá Makeup Store. Hann heitir Seduce by the Dark og er bara svona dökk brúnn. Og ég ætla að setja hann í vasslínuna. Þetta tókst. Þetta er svo ótrúlega þægilegt. Ég grenja svo við þetta að það er ekki fyndið, sko. Fyrir highlighter þá ætla ég að nota augnskuggann frá Makeup Store sem heitir Muffin sem ég notaði áðan en nú ætla ég að setja hann hérna á efst ofan á kinnbeinin. Og svo fatta ég það að ég er ekki ennþá búin að setja með maskara. Stundum á maður bara svona daga sem maður bara gleymir öllu. Ekkert hvað maður að gera. Það skal bara klára andlitið áður ég get klára nokkuð annað svo ég sé ekki að fara algjörlega fram og tilbaka. Og þar á eftir ætla ég að nota, ég veit að ég held að þessi lissi hættur. Ég er bara ekki alveg 100% á því, en ég ætla að nota hann, rosalega fallegur. Bara ef þið eigið eitthvað svipað, þetta er svona baked sólarpúður, þannig ekki svona í föstu formi, þetta er bara bakað. Og það kemur rosalega fallegur ljómi alltaf af því og við ætla að nota í svona skáskonnu busta. Þetta er það sem ég held að sé númer 133 frá MAC. Fyrir kinnalit þá ætla ég að nota, hvað heitir þau? Rose Gold sem ég er búin að nota fáránlega mikið. Þessi er frá Sleek. Hann er líka bara með rosalega fallegan ljóma og við setjum hann bara pínupons á hann. Og blöndum honum meira svona inn á milli hyljarans og sólpúðursins. Fyrir maskara, eins og venjulega er Grandiose frá Lancome. Þetta er bara minn allra uppáhalds. Fyrir gervignar þá ætla ég að nota frá Socialize. Þessi heita Vixen og koma svona, geta líka alveg lýsti, en mér finnst ekki aðeins. Sérstök. Ég ætla að nota þau bara heil. Ég nenni ekki að bera smá lím. Ég að prófa þetta. Þetta er bara nokkuð cool. Ég er að fíla þessi augnahár. Þetta er sjók. Love it! Á varirnar ætla ég að nota Rouge Coco Chanel númer 86. Þetta er bara með allar uppáhald svona nude, bleikur varalitur. Gefur rosalega bara fallegan glans. Og þá finnst mér þetta bara tilbúið. Hvernig finnst ykkur? Alveg svona matte, basic, smoky með smá tvisti með að setja eyeliner. Þannig kannski ekki beint bara smoky. En þetta er það sem ég myndi kalla smoky ef ég var ekki með eyeliner. Ég vona að setja sammála kalla. Svona lítur þetta með augun lokuð. Og þið sjáu náttúrulega auðvitað hvernig þetta lítur út með augun opin. Með þessu augnhár geðsjúk við þetta look. Og ég er alltaf mjög ánægð. Ef þið hafið... Ég vona innilega að þið hafið lært einhver nýtt og skemmtilegt af þessu. Og endilega subscribe-ið, skilja eftir kommenti ef þið viljið, það er alltaf gaman að heyra í ykkur. Og þar til næst, sjáumst!
Byrjum á að nota og í hann ætla ég að taka lit sem heitir Smog. Fyrir þetta er ég að vera að skjóta upp flugvöllin núna. Svo varna þá ætla ég að nota